Upplifðu ævintýraveröld Star Wars í Star Wars Battlefront, einum stærsta leik ársins. Það undir þér komið hvort uppreisnarmennirnir hafi sigur eða hvort hið illa muni sigra að lokum. Star Wars Battlefront komin í Elko. Elko, einfaldlega lægra verð. Það er komið að spila í gegnum eitt stykki leik, svo kallað Let's Play eða Game TV spilar, bara eftir hvað þú fílar og hvað þú vilt kalla þetta. Okkur er eiginlega skít sama. En við ætlum að kíkja núna á Minecraft Story Mode sem var að koma út, en Minecraft er náttúrulega búið að sigra heiminn. Og maðurinn sem að ég uppgötaði Minecraft, hann seldaði fyrir milljarða og bólaði Beyoncé og Jay-Z út úr hverfinu, keypti húsið og sagði maður hoppi raskat á sér. En svo, vinsæll er þessi leikur og vinsældir hans er að aukast. Já, það er spurningin seldan á snemma eða maður veit ekki. Allan, það er komið nýr leikur, það er Minecraft Story Mode og við ætlum að spila í gegnum hann. Já, það er sem leikur að gera á Telltale og þeir hafa verið að gera, þú veist, gera sami Max, þeir hafa verið Game of Thrones, þeir hafa með hérna Walking Dead og þeir hafa taka alls ekki svona, ég vil bara svona þekkt fyrirbæri og henda þeim í svona ævintýra sögu leiki einhverja og við ætlum að sjá hvernig það tekst upp með Minecraft, það er Minecraft gengur vanlega upp á byggja upp og vera með eitthvað vesen, en núna erum við að fara að detta í sögutróð þar sem að fólk er að vesenst. Nú við bara veltum okkur bara beint í þinn, við höfum ekki tekað á honum, sjáum hvernig það virkar. Nú erum við að leita DLC og það gengur ekki. Tender Love and Care. En við sjáum út af hvað þetta gengur. Grafíkinn náttúrulega svipar mjög mikið til Minecraft. Þeir hafa haldið í þann stíl sem þar er. Maður sér það bara hér. Og hér er þetta að velja Play, Episodes. Þetta er náttúrulega allt sem Telltale gerir. Byggir upp á köflum. Og ég vil þá bara gefa út fyrsta kafla og svo getur þú keypt Season Pass eða bara farið í eitthvað fleira. Þannig að maður getur dottið hér í gírinn. Það er ekki meira að velja en bara að fara í Play. Og sjáum hvað það virkar. Nei. Hérna byrjum maður að geta valið hvernig maður lítur út. Alltaf verið svagur fyrir smekkbuxum. Já, þetta er hvernig líst þér á það? Svo flott. Sérðu, stúlka í smekkbuxum. Já. Þessi er þetta góður. Þessi er rosa fín. Þessi er góður með axlabönd. Það er allir með axlabönd. Eða smekkbuxum. Það er annað hvort. Hver viltu vera? Þessi. Þessi? Þessi? Þessi er flottur. Þessi er flottur. Vera þessi. Við erum orðið þessi og við ætlum að kanna út af hvað þetta gengur. Hann er hissa, hann byrjar mjög hissa. The Order of the Stone. Þetta er bara Episode 1. Og við ætlum aðeins að renna í gegnum þetta að kíkja á fyrstu 15 í Minecraft Story Mode. Sjáðu þið, og þetta er svolítið mikið, það er að segja að þú veist, leikurinn bara aðlagast því sem að þú gerir og það gerist í öllum leikinu þeirra, allt sem að þú gerir og hefur áhrif á sögutráðin, að þetta alveg einhvern veginn spilast út. Það er gott að spila á nokkru sinnum í gegn. Já, svo sérðu oft í lokinu á hverju kafla hvað allir hinir völdu því hún tengist bara við netið og getur séð hvað hinir hafa verið að velja sem er að spila leikin líka. Já. Þetta lítur vel út sko. Þetta er alveg Minecraft stemmingin. Vá. Sérðu þetta byrjar með ljúfunótum. Vá. Þetta er bók. Það er magnað svona leikum með svona grafík að við slegið í gegn eins og Minecraft. Það er yndislegt. Þetta er bara, já. Það segir okkur það er spilinu sem skiptir máli. Já, það er nefnilega máli. Hún skiptir máli. Þetta er eins og því Ivory Tower. Það er flottir maður. Það er föruneytið. Gabriel er álaður. Það er þungt í Gabriel. Sérðu? Hann er reiður. Þetta er flottur maður. Elegant. Nei, hann er flottur. Þetta er svo Goggi Mega. Goggi Mega Elegant. Magnús. Sælir, þetta er Magnús hérna. Nei, TNT. Magnús TNT, þetta er hann flott. Og Sören. Nú það er bara, hvað er þetta, danska landslíði. Þetta er Sören flottur. Sören smættur. Þetta er hann flottur. Sören. Þetta er Sören og Magnús. Elegant. Og þetta var Elegant. Þetta er föruneytið. Henda þetta bara út í game. Það er að gerast hérna sko. Ég skil þetta ekki sko. Þetta lítur vel út. Já, ég meina, þetta er alveg bara, þetta bara lítur út eins og Minecraft sko. Þetta er þið mættir, félagarnir. Þetta er bara skandinavísk samarbæð. Þetta er rosalega, sjáðu. Sælir. Og hvað? Ég meina, við erum bara dett inn í söguna. Við getum ekki krafist meira sko.
Hvað er Gabriel? Það hefur verið að leita Gabriel, búið að hengja upp á honum veggspjöld og hann týndur. Hvað er óþægild? Hvað? Bara horfa á þetta, ég var bara pínu sjóð. Það er okkar maður. Og búm. Með trisvar. Já, flottur. Sælir. Please. Já, nú getur maður að valið sér og þarf að velja. Zombie-sized chickens. Þið maður alltaf valið og maður hefur ákveðin tíma til að velja og þannig leiðir maður söguna frá endi magnast. Þannig að hann að mætur. Það er flott sverð maður. Vingur hans. Þetta er nörsalegt. Herðu, hvað gerðu það? Nei. Þetta er svínið. Þetta þekkir maður á Minecraft. Þetta er fest, gott yfir hún. Þetta er bara svo íþróttálfur, sástu? Hún gleru hérna uppi og við fengið lána frá Landabæ. Já. Fólk elskar svín. People love pigs. Já. Svíni getur ánægt. Þetta er að glaðasta svín í heimi. Já, flott maður. Og hann líka. Hver er hann í gluggakistunum? Ég er pínu hræddur svínið? Það er smá creepy að vera svín í gluggakistunum. Nei, þetta er samt vel alið svín. Við erum ekki lúserar, taktu það. Nei, við erum ekki lúserar. Sér, Ólafía, hún mun muna þetta. Peppa. Já, bara að peppa hann upp maður. Það er ríkur úr hún með. Það er kynlar á vegna. Svínið, það er þungt yfir svínum. Það er athyglisjúka svín maður. Nú fer að draga þetta í þetta maður. Sannli, nei, heyrðu. Kemur bara eitt creepen þarna upp maður. Svíni bara að taugafall. Það er allt komið, nei, heyrðu, þetta er bara grín. Nú er svíni brjálað. Þetta er grína svona rögg. Þetta var ekki fyndið, Axel. Það er bara langt frá að vera fyndið. Axel brjálað. Muna þetta bara lífstíð. Ég man þetta. Þetta er rosa, það er svíni. Er Axel farinn? Svílegt að vinna. Axel, sérðu, nei, hvað er hann með? Flott. Hvað er hann með? Búin að setja eitthvað á svínið? Hugni. Nei. Það var drekasvín. He looks ridiculous. Þetta er svo. Mjög flottur. Þetta er rosalegt. Og þessi leiki bara gangi út á þetta. Það er bara ákveðið sögutróð sem maður þarf að keyra í gegnum. En erum við ekki að spila neitt eða? Já, maður spilar reynda takmarkað, sko. Það koma upp svona quicktime event þar sem maður þarf að bregðast við. Svo er maður að taka samtölinn og saga náttúrulega svolítið breytist við það sem maður þarf að gera. Og svo stundum þarf maður líka að lappa og svona skoða umhverfið og það var til að vera dett inn núna. Þegar maður kemst í gírinn. Séðan. Sko. Nú getur maður sko. Svínið hérna, drekasvínið. Það eru tveir, það getur maður. Nú, séu. Sari, ég er að fleita mér. Þegar þú sögl. Það er flottur. Svín. Svo getur maður verið hérna. Ég verða að viðurkenna að ég er ekki spenntur. Þetta er ekki spenntur? Nei. Hvað finnur hún að það? Töng. Það ætlar að gelda svínið. Hvað er maður? Banner maður. Þetta er bara svona ævintýralegur eins og í gamla daga. King's Quest og svona stöðu þeim. Það var svona point and click. Já, þetta er svolítið þannig sko. Ræðir hann við svínið Þetta er bara þannig. Það er bara nákvæmlega svoleiðis. Já, þetta er bara svo Monkey Island og svona leikir. Ok, þetta er ekkert. Ég búist að vera með. Nennir eitthvað krakki að spila þetta? Nennir einhver? Já. Þeir skilja ekkert hvað þeir að segja. Ég veit ekki. Svona sjá, hvað er hann að gera þetta? Kíkt á Gabriel. Það er eitthvað svona punktur á honum. Gabriel. Banner. Hann er með banner. Það er þungt yfir honum. Helviti er hann flott. Svo, svínið er ekkert að fíla hana búning. Það stendur EC á öllu. Easy, hvað er það? Easy. Hvað var ekki núna? Það er svínið. Rúben. Já, ég tala við svínið maður. Sæll svín. Og þetta er mjög sérstætt sko. En hvernig er þetta að fíla svona almennt svona bara Minecraft grafík í svona leik bara? Mér líst ekkert á það. Er það ekki? Nei. Þetta er bara horfbjóður eða? Eiginlega já. Ok. Við skulum sjá. Já, gefum þessu séns. Nei, hvað fann hann? Það veit enginn. Nei, það veit enginn. Flint and Steel. Það verður við bara vonaðu besta. Hvað er ég fastu bara hérna inni eða? Í alvöru, ég er fastu.
Það lítur að vera hann eitthvað Traktor maður, sérðu lifnar yfir svíninu maður, við erum að fara út sko nú erum við komast að eitthvað landsvæði ok sko býður íþróttálfurinn og Axel flottir sjá þessu grafík þetta geðið fyrir maður drekasvín og Axel, það Axel það flott það svona kassalega allir en það má allavega að segja ég menna þessi leikur allavega fangar grafíkina úr Minecraft þetta bara nákvæmlega það sama við erum líka að gleyma þetta Minecraft leikur vissulega, þetta dá að vera svo lítið vel út hvað að segja? Bara eitthvað, mér bara Gabriel þetta hræðilegt I love to meet Gabriel þetta ekki hræðilegt, ég menna, þetta bara ævintýralegt en það bara ekki ævintýr í gangi Jó, ég menna, þeir að viðra svínið maður og Gabriel og Axel þetta rosalegt Sverri, það ekki, maður getur ekki alltaf verið stríð Nei, það má vera gaman bara að gaman labba og tala saman Sérðu, Gabriel keynote so loud Gabriel fara alltaf ræði Easy Gabriel, easy En svona bara leikindi frá Telltale hvort sem það þú veist I have little faith, Olivia Ef að taka það? Já, ég er búin að missa alla trú á þessu Þú ert bara wondless Já, það er bara eins og þú vilt hafa Sælir Þeir eru svona létt yfir þeim sko Þannig að þú ert ekki hrifin að vera bara í einhverju skóaferði í svona ímynduðum skói sko, þetta krakkar eru í þess að þeim finnst gaman að skapa og búa til og hafa skemmtilegt það sem að Minecraft gengur út af þetta bara eitthvað að fylgja einhverju og þú ert ekkert að gera neitt þú ert bara að fylgjast með það er alveg þveröfugt við það sem að Þetta er bara svona saga þetta heitir þetta bara Minecraft Story Mode það er náttúrulega ekki saga í Minecraft sem er náttúrulega bara svona leikvöldur þannig að, já, ég veit ekki ég tekur þetta að þessu fyrstu nokkrum mínútur sem við erum að vaða í gegnum þetta þá er þetta náttúrulega bara svona sögutráð, maður er að komast inn í þetta byrja frekar rólega ég held sé ótt segja það en svo náttúrulega koma inn í þetta slagsmálatriði og svona ýmislega fleira sem maður þarf að spila virkilega og gera eitthvað en dæmt á þessu ein setning fyrstu mínúturnar, hvað ætlar að segja? Komdu með það? Boring bara leiðilegt Já, eiginlega Já, ég vil segja að mér finnst allavega að grafíkin er bara, þú veist, í takt við það sem hann á að vera og þetta er náttúrulega bara ævintýraleikur en það er líka gott að fólk átti sig á því þetta er ekki bara nýr Minecraft, bara þess að þú ert bara eitthvað að byggja á vissan heldur er þetta meira svona bara að fylgja þessum persónum í gegn og ég reyna að fatta bara hvað í fjandana þau ætla að sé með þetta svín það drekasvín, það er svakalega en allavega, þetta voru fyrstu mínúturnar í Minecraft Story Mode leikur, ef þú vilt, upplifa sögu og stuð í Minecraft grafík þá var þetta væntanlega fyrir þig, nei sjáðu það er á hættum, sjáðu hann er að höggva þig yfir tréð, sjáðu nú er komið aksjón bara, loksins sjáðu svín er búið að henda á sig gallanum já, upp í ykkar nei, nú er alltaf dett í gírinn þeir eru alltaf að kveðja Gabriel og brjálaðinu, heyrðu hvað er að gerast þér, nú ítum maður bara á fullu hann að dansa við sverðfisk og við ítum mér, heyrðu það eru, nei, heyrðu leiktu þetta eftir Það byrðið með annari Þetta er ótrúlega spennandi Með svín á bakinu Hittu, já Wow, ég trölt hann Hörru Býtu, hvað er þetta? Eitthvað, róttaróll Ríaróllur Hvað er að gerast hérna? Það er allt orðið brjála Búm Svínið Hvað kemur? Nei, sælir, við erum bara að standa vel Já, sælir, allir að gefa 5 Búm, við erum vinir Þetta gæti ekki enda betur Við fengum smá aksjón í restinu Sástu þetta, ég er að sveittur þetta Hæ, viltu spila? Nei, ég er bara að halda áfram Þar hafið það Óli og förunauti, þeir kveðja Ég er sem að fara bara eitthvað annað Það sem er skemmtilegra Hvað er það? Ég held að þetta er nánast allstaðar Það er rétt Upplifðu ævintýraveröld Star Wars í Star Wars Battlefront einum stærsta leik ársins. Það til þér komið hvort uppreisnarmennirnir hafi sigur eða hvort hið illa muni sigra að lokum. Star Wars Battlefront komin í Echo. Echo, einfaldlega lægra verð.